Já, góðir áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á þriðjudegi í Dymbilviku. Í kvöld þátturinn tvískiptur. Við byrjum á því að ræða konur og COVID, en þegar það búið þá kemur hingað Einar Már Jónsson, sagnfræðiprófessor í Sorbonne, og hann mun segja okkur frá ástandinu í Frakklandi, bæði frá kórónufaraldrinum og hvaða áhrif hann hefur haft á samfélagið og stjórnmálin. En hingað eru komnar Sóley Tómasdóttir, kynja- og fjölbreytileikaráðgjafi, Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, og Sanna Magdalena Mörtudóttir, sem borgarfulltrúi sósíalista. Og það sem við ætlum að ræða helst í kvöld konur og COVID, og kannski að tilefni af því að tvær konur hafa látið lífið á heimili sínum í þessari sóttkví eða samkomubanni og einangrun sem að fólk lifir á heimilum sínum. Og mér langar kannski bara að byrja á að gefa boltan til þín, Sóley, sem stödd í Hollandi. Þú hefur tjáðið þetta. Finnst þér að stjórnvöld eigi sérstaklega að gæta að því að konur eru nú lokar inn í erfiðri stöðu inn á heimilum sínum, að það sem getur verið hættu svæði fyrir fjölmargar konur? Já, auðvitað finnst mér það. Mér finnst það svo sem ekki einu sinni vera nóg. Í rauninni ofbeldi gagnvart konum, eða kynbundið ofbeldi, eitthvað sem hefur verið heimsfaraldur í gegnum aldanna rás. Og það hefur aldrei verið gripið til róttækra aðgerða gegn kynbundið ofbeldi í heiminum, ekki í einasta landi, hvergi, ekki við neinar aðstæður eða við neinar uppákomur. Það ótrúlega, væri gaman að leika sér með þá tilhugsun að ef þetta væri viðurkennt sem það vandamál sem þar sem það eru í alvörunni hundruðir þúsunda kvenna sem láta lífið á hverju einasta ári vegna kynbundisofbeldis og barna, ef að viðbrögðin við því væru eitthvað sambærilega við COVID, þar sem að núna hafa tugir þúsundar látist, og ég ætla alls ekki að gera lítið úr þeim viðbrögðum sem við höfum verið sem hafa verið gerð vegna COVID, þetta verður að bregðast við því og það mjög hættulegt. En ef að kynbundið ofbeldi væri tekið álíka alvarlega og þeir svona sóttvarnar, eða hvað heitir þetta, þessir flensu veirufaraldrar sem hafa verið að fara í gegn yfir heimsbyggðina á undanförnum árum og áratugum, að þá værum við kannski búin að koma í veg fyrir þetta. Og ég meina, ef það þætti eðlilegt að setja á bara alvöru íþykjandi aðgerðir sem að allt fólk þyrfti að fylgja, ef það væri bara daglegir blaðamannafundir kynbundið ofbeldi, fjölda og útbreiðslu og viðbrögð, ef það væri bara stöðugt verið að einbeita sér að því að uppræta kynbundið ofbeldi í heiminum, að þá gætum við kannski gert það. En þetta hefur einhvern veginn aldrei verið forgangsmál, heldur og það svo magnað að meira segja að þegar það koma upp aðstæður þar sem að kynbundið ofbeldi getur aukist, eins og núna, þar sem að við vitum að við lokum fólkinu á heimilum sínum, það fullt af konum sem eru hvergi óöruggari heldur en á heimilum sínum, að það ekki einu sinni gerðar varúðarráðstafanir vegna þess. Það hafa engar varúðarráðstafanir verið gerðar, og ég hef aðeins verið í smá samtali við dómsmálaráðherra vegna þessa bara á samfélagsmiðlum, sem að segir að það séu einhverjar aðgerðir í undirbúningi og eitthvað samtali í gangi, en það yfirleitt alltaf það sem látið duga. Að það eru skipaðir starfshópar og mögulega búnar til einhverjar skýrslur mögulegar aðgerðir sem hægt að fara til framtíðar. Það aldrei sett fjármagn í kynbundið ofbeldi, það aldrei settur mannafni til þess að bregðast við kynbundið ofbeldi, og það aldrei virt sú sérfræðiþekking sem sannarlega til staðar til þess að uppræta kynbundið ofbeldi. Heldur áfram í rauninni búa konur við þá staðreynd að þeim ekki trúað ef að þær segja frá kynbundið ofbeldi, og gerendur eru í langflestum tilfellum látnir njóta vafans. Það leiðir að sjálfsögðu til þess að einhverjar konur láta lífið. En geturðu nefnt eitthvað sem að stjórnvöld getur gert núna til þess að
hefta útbreiðslu faraldursins að þá sett samkomubann og það fólk á að þvo sér og fólk á að halda 2 metra fjarlægð. Til hvaða aðgerða væri hægt að grípa til þess að auka öryggi kvenna og forða því að fleiri konur deyi ekki einfaldlega út af ástandinu? Já, það væri til dæmis hægt að fjarlægja þekkta ofbeldismenn út af heimilum sínum, beita þeim aðgerðum eða þeim ráðum sem til eru. Það væri hægt að fara í að setja á nálgunarbann þar sem konur hafa óskað eftir bara ítrekað án þess að fá. Þannig að ég meina það væri hægt að koma í veg fyrir mjög mikið ofbeldi vegna þess að auðvitað þekkir bæði lögreglan og barnaverndarkerfið þau heimili sem fólk hefur þurft eða kerfið hefur þurft að hafa afskipti af. Nú bara komin tími til og bara við þessar aðstæður þá verður bara að láta mögulega þolendur njóta vafans í stað þess að gerendur geri það áfram. Að sitja þá þekkta ofbeldismenn í eins konar sóttkví og einangraði frá samfélaginu? Já, taka á brot á heimilinu meðan á þessu stendur. Sanna, hvað sér þú eitthvað fyrir þér hvað stjórnvöld eða bæði ríki og þá sveitarfélögin, hvað þau getur gert? Já, mér skilaboðin hafa verið þau að við séum einhvern veginn öll í þessu saman, við munum komast saman í gegnum þetta, við séum öll í sama bátnum og maður hugsar einhvern veginn, heyrðu, hvaða bátur það? Það er ekki búið að gera ráð fyrir fátækum konum sem eru í láglaunastörfum, hafa verið í láglaunastörfum, eru í skuldafeni núna og hafa reglulega verið að fá inn til sín bréf frá Momentum og Motus og gjaldheimtunni og löginnheimtunni verið að gera ráð fyrir stöðu þessara kvenna núna þegar Reykjavíkurborg að breyta innheimtureglum til þess að einhvern veginn sýna fram á sveigjanleika varðandi þessar aðstæður sem að fólk mun núna þurfa að eiga við vegna COVID. Þannig að maður hugsar einhvern veginn þegar við heyrum, við erum öll í þessu saman einhvern veginn, hvað þýðir það? Hver þessi við? Af því að við vitum það að krísuástand bitnar náttúrulega alltaf verst á þeim sem eru nú þegar í verstu stöðinni og það einmitt til dæmis fátækar konur sem eru í láglaunastörfum, eru oft mjög margar í láglaunastörfum og sjá kannski fram á núna að þurfa að greiða hærri matarkostnað, hærri útgjöld og sjá fram á til dæmis kannski mjög erfiða tíma. Og þetta eru kannski einstaklingar í viðkvæmri húsnæðisstöðu, að gista inn á öðrum, fjölskyldumeðlimum, vinum, ættingjum, kunningjum, á meðan að það til dæmis verið að bíða eftir kannski félagslegu leiguhúsnæði og miðað við þessar fjarlæga takmarkanir að þá myndi maður alveg skilja það að ef þú hefur fengið að búa kannski inn á ættingjum eða vinum, að þeir aðilar eru kannski ekkert tilbúnir til þess að leyfa þær að vera á sófanum með börnin leið og þessar fjarlæga takmarkanir og reglan 2 metra allt í einu komin inn. Þannig að núna þurfa stjórnvöld, ríki og sveitarfélög að skoða þessa aðila sem einmitt í viðkvæmri stöðu og tryggja að þessum grunnþörfum sé mætt. Húsnæði, tekjur sem að duga, af því að hvernig ætlar einmitt að fara að byrgja þig upp á mat þegar þú ert bara ekki með nægan pening til þess að geta keypt matvörur fyrir 14 daga sóttkví. Þú veist hvernig áttu að fara að gera það til dæmis ef þú ert á fjárhagsaðstoð til framfærslu hjá Reykjavíkurborg, ef þú ert einstaklingur sem að leigir, þá það hæsta sem þú getur fengið fyrir skatt. Við minnum að sé núna rúmlega 207.000 krónur, þannig að þú ert að fá í vasan miklu minna en 200.000. Þannig að hvernig í ósköpunum áttu að byrgja þig upp á mat ef þú átt að fara í sóttkví eða einangrun og hefur engan í kringu þig sem getur hjálpað þér. Þú veist, hvernig áttu að vera vissum að þú getur bara nært þig út þessa 14 daga. Þú veist, það er erfitt til að byrja með, en þetta svona staða sem einhvern veginn margir virðast einhvern veginn ekkert hugsa út í. Nú, ef við skoðum til dæmis þegar að margir eru komnir með vinnuna heim til sín og þegar þú ert komið með börn inn á heimilið og þá það með stóra spurningin hvernig mun verkaskiptingin fara fram innan svona sambanda þar sem það er karlmaður og kona, hvernig verkaskiptingin inn á heimilum, hvernig mun það fara fram, það eitthvað sem þarf að skoða líka og væri áhugavert að kanna bara hvernig álagið inn á heimilum þegar það ekki lengur svona skýr lína á milli þess hver í rauninni
sér hvað og hvar vinnan endar og hvar heimilið byrjar. En það svona þessi skilaboð sem að hafa virkilega farið í taugarnar á mér þegar að vera að segja einhvern veginn við stöndum saman í þessu og maður hugsar fátækt hverfur ekki, stéttskipting hverfur ekki, láglaunastörf þau hafa ekki horfið, þannig að þegar að talað að við séum saman í þessu, við erum í sama báti, verið að tryggja að allar getur verið í þessum báti með að komast saman í gegnum þetta. Já, Þuríður, þú lítur að kannast við það að þegar að vera að ræða viðbrögð við kórónufaraldrinum og kreppunni þá oft talað út frá einhverjum svona hugmyndum hvað venjulegt fólk og það það á við bara mikið minnihluta fólks sem að fellur undir það því að þeir sem eru fátækir eða þeir sem eru öryrkjar eða þeir sem eru aldraðir og núna eins og því sem við erum að ræða núna þeir sem eru konur ekki með í þessari viðmiðun. Þið í öryrkjabandalaginu hljótuðu að upplifa þetta að aðgerðirnar eru talað út frá einhverju svona almennu viðmiði sem að á kannski ekkert svo vel við og vísa kannski ekki í svona raunverulegan heim sem að flest okkar lifa inn í. Já, við finnum sannarlega fyrir því og við upplifum þetta bara eins og annað í þessu samfélagi. Það eiginlega við og tíð. Það ekki þannig að við séum saman í þessu. Það enginn með öryrkjum í því að fara í raðirnar í hjálparstofnunum og þetta ofbeldi, þú ert að tala konur og ofbeldi og jaðarsetning og ýmislegt, það auðvitað bara ofbeldi gagnvart fötluðu fólki og ofbeldi gagnvart konur sem að þurfa að kannski sæta því að þeir sannafa nú að tala konur í láglaunastörfum sem að ætti ekki fyrir því að fara bara í 14 daga einangrun, en margar þessar kvenna bara 50 yfir í verða öryrkjar bara vegna þess að þær eru búin að vinna sér til húðar á undanförnum áratugum og þá lenda þær í því að fara úr láglaunastarfi þar sem að þær eiga ekki fyrir mánuðinum yfir það að fara yfir örorkulífeyrir sem langt undir því að þú getur framfleyttir út mánuðin. Og það sem við erum að sjá núna alveg kemur bara ofboðslega hart í andliti á okkur að það er þessi bersýnilega fátækt sem að hefur og dálítið mikið falin í okkar samfélagi. Við komumst hjá því að sjá þetta dagsdaglega einhvern veginn og líka fólk ekki að bera þetta á torg. Þetta bara falið og það bara einfaldlega þannig að við búum við ofbeldi að hálfu ríkisstjórna sem að ákveður að fólk eigi að vera á örorkulífeyrir sem að getur engan veginn framfleytt sér á. Og þarna fólk að velja á milli þess að eiga að vera einhvers staðar með tryggt heimili og þurfa kannski að kaupa einhver lyf og svo þess að reyna að borða, eða fá okkur að borða fyrir sig og jafnvel börnin sín. Og ég myndi segja að þetta hluti af ofbeldi þar sem það hreinlega gert í því að brjóta niður sjálfsmynd fólks og það sett bara út á göturnar fatlað og langveikt fólk sem ekki getur lengur unnið að það sett bara út á göturnar með ósýnilega betlistafinn og það verður bara að gjöra svo vel að sæta því að bjarga sér á einhvern hátt og það lærir auðvitað á bjargirnar en þær eru sannarlega bitrar á bragðið og þetta eiginlega ótrúlegt að við skulum þurfa að búa í samfélagi í dag hérna á Íslandi og það skuli bara hreinlega vera til að fólk bara reiðir sig algjörlega á aðstoð hjálparstofnana. Mér finnst þetta að vera hrikalegt ofbeldi sem að ég bara að horfa upp á núna okkur á einasta degi einhvern veginn í kringum mig. En ef við stöldrum við kynbundið ofbeldi, það ekki svo að fátækt, það eru svo sem fátækur hann hefur færri bjargir, færri úrræði og ekki kona sem ekki fjárhagslega sjálfstæð og lokuð inn á heimili kannski með manni sem skaffar meira og slíkt, hún ekki raunverulega í viðkvæmari stöðu gagnvart heimilisofbeldi heldur en
eða flestir aðrir? Jú, mér langar aðeins að taka þennan bolta því að sko, við erum líka að tala að sá hópur sem að verður hvað verst fyrir ofbeldi í heiminum og það bara liggja niðurstöður fyrir það eru fatlaðar konur og stúlkur og þá var það kynbundið ofbeldi sem það að verða fyrir og það einhvern veginn þannig að þessi jaðarsetning sko fatlaða fólk að það einhvern veginn ekkert á það að hlusta og einhvern veginn verður ofbeldi gagnvart fatluðum konum einhvern veginn ekki eins hvað ég segja fólk ekki sko upptekið einhvern veginn af því eða það heyrist miklu minna og við upplifum þetta aldrei hérna í MeToo-byltingunni og þessari ráðstefnu sem var núna, ég man ekki, síðasta ári, var ekki, síðasta vetur. Í september, já. Þú ert afsökuð vegna þess að í dag þá man enginn neitt tíma, því að tíman er svo skrýtnir að man enginn hvað dagur er þetta. Nei, en þarna þá upplifðu fatlaðar konur í Íslandi þessi dálítið mikið jaðarsettar og það gátt einhvern veginn ekki okkur fannst það ekki alveg geta samsama okkur einhvern veginn og vera bara að setja svona út á kantinn dálítið, ennþá meira að ofbeldi gagnvart fötluðum konum hér, það var svona einhvern veginn þyrfti einhvern veginn ekki að horfa jafn mikið á það eins og gagnvart þeim konum sem ekki fatlaðar. En auðvitað það fatlaðar konur sem þurfa að reiða sig oft alveg rosalega mikið á aðstoðarfólk sitt og jafnvel að maka sinn eða þann sem aðstoðar það. Og það eiga mjög erfitt með að segja frá eða segja frá því, vegna þess að þá verður þeir leið að afsala sér sko aðstoðinni. Og bara, þetta bara mikið vandamál. Það var svona þyngri hlekki á heimilunum. Ég má kannski aðeins bæta við þetta að þá það náttúrulega þannig að kynbundið ofbeldi í rauninni bara birtingamynd á misrétti og eftir því sem að misréttið verður meira, eftir því sem valdahlutföllin verða skakkari, þeim mun útsettara fólk fyrir því að verða fyrir ofbeldi og eftir þess að fólk hefur meiri vald yfir öðrum einstaklingi þeim mun líklegra að einhver misnoti þau. Þannig og ég meina allar konur eiga það á hættu og hafa með einhverjum hættu orðið fyrir ofbeldi á lífsleiðinni en auðvitað þannig að konur sem eru annarkvort af einhverjum ástæðum jaðarsettar eru miklu líklegri til þess að hafa orðið fyrir ofbeldi og eins og Þuríður segir þá það miklu ólíklegra að þær geti leitað sér hjálpar vegna þess að infrastruktúrin ekki til staðar til þess að standa með þeim. Og þá erum við bara aftur komin í þetta með að sko, þessi ofbeldi gagnvart konum skiptir í rauninni ekki máli vegna þess að það ekki mainstream, það ekki normið sem verður fyrir því. Og sérstaklega ef það eru fatlaðar konur eða jaðarsettar, eftir því sem konurnar verða jaðarsettari, þeim mun minni infrastruktúr til staðar og þeim mun minni verða aðgerðirnar, þeim mun minna hlust. Þetta í rauninni allt saman afleiðing af valdakerfi sem mjög ósanngjarnt. Það allavega þannig að það mjög lítið að fatlaðar konur þar upplifa það mjög sterkt að það ekki á að hlusta, það að segja frá. Og það ekki hlusta á það að þeir eru konur og það ekki hlusta á það að þeir eru fatlaðar. Já, þá kemur okkur fyrst að þeir eru fatlaðar og svo líka áhaldum það hvort að sé yfirlega lítið á þessum konur ef þeir eru fatlaðar. Þannig að það alls konar svona furðulegt upplifun sem fólk að lenda í. Sonja, hérna ekki stærsti hluti félagi BSRB konur? Það eru stóra kvennastéttir þarna inni. 2/3. Já, og það ekki alveg hlustað á kröfur kvennastéttanna launahækkun. Ekki hægt að segja það? Að það svona síður hlustað? Nei, það sem náttúrulega blasir við manni núna í þessu óvissu ástandi hverjir eru það sem eru í framlínunni í að berjast gegn vánni. Það eru konur og það eru þessi störf í almannaþjónustunni, þetta í heilbrigðisþjónustunni, skólunum, þetta líka ræstingafólki okkar. Það svo ótrúlega margir og stórir hópar sem að gleymast í allir þessu upptalningu og það eiginlega það sem að svona hræðist mest. Þannig að ef maður setur þetta í samhengi að þá það náttúrulega þannig að síðasta hrun sem var fyrir 10 árum hafði verulega neikvæð áhrif
á almannaþjónustuna og það sem við heyrum hvað oftast hjá okkur hversu hratt á ég að hlaupa í vinnunni. Af því að þá situr einhver á toppnum og Excel-skjalið reikna þannig út að það eru bara strikaðir út einhverjir þættir og það ekki reikna með því að fólk þurfi að eiga samtal og eiginlega öll þessi vinna, hún tengist umönnun eða þjónustu við fólk og það þýðir að þú verður að gefa þér tíma líka með fólkinu. Þetta ekki eins og að afgreiða eitthvað velrænt, þetta bara allt annars konar vinna og það eru margir sem kvarta við því að það sé hluti af því sem hafi raunverulega verið klippt út. Og svo þetta nátengt þessu skakka verðmætamati á störfum kvenna sem að við bara búum við út frá þessu kynjakerfi sem að við höfum búið við í aldaraðir og það hefur enginn vilja að hlusta á það að þessi störf eru mikilvæg og það eru raunverulega þau sem eru svona kjarninn í þessu samfélagi og að skapa velferðina. Og síðan veltum maður fyrir sér hver verða áhrifin eftir að óvissunni lýkur. Svona miðað við söguna að þá það þannig að stjórnvöld grípa til aðgerða til þess að setja fé inn í fyrirtæki til þess að tryggja að þau lifi af og það gangi eftir og það auðvitað mjög mikilvægt að þau viljum halda störfunum og reyna að halda eins venjulega ástand og hægt en þá verður auðvitað mínus í ríkisfjármálunum og það þýðir svona út frá því sem hefur verið áður að 1 til 2 árum eftir kreppu að þá byrja niðurskurðurinn á almannaþjónustunni. En núna við þessari einstöku stöðu að það eru kvennastörfin sem eru að berjast og eru í framlínunni og það mun þýða líka áhrif á þá einstaklinga sem að sinna þessum störfum. Þetta mjög mikið álag sem bætist ofan á álagið sem var fyrir og bara algjörlega óásættanlegt. Það var það fyrir faraldurinn og allar rannsóknir sýna það að í kjölfarið mun það líklega leiða til aukinnar kulnunar og svona aukinna neikvæðra áhrifa á líkamlega og andlega líðan þessara kvenna og svo fyrir utan störfin þeirra að þá erum við að horfa á þennan kynjahalla þegar kemur að möguleikunum á að samþætta fjölskyldu og atvinnulífið. Við erum að tala bara launin út frá kynskiptum vinnumarkaði. Konur, þriðjungur kvenna á íslensku vinnumarkaði í hlutastörfum út af fjölskylduábyrgð á meðan þetta innan við 10% kalla og það yfirleitt út af veikindum eða einhver álíka. Við erum líka alltaf að berjast við og það sem hefur verið áhrif á stöðu kynjanna á vinnumarkaði þessar staðalímyndir og maður hefði einhvern veginn haldið því að núna eru allir að svona, ég meina samkenndin mikil og það eru allir styðja og bara virkilega þakklátir okkar fólki sem í framlínunni. En mun það haldast, mun það hafa áhrif til breytinga þannig að við breytum þessu skakka verðmætamati og þannig að við séum að tryggja fólki líði vel bæði í vinnunni og utan hennar að þetta auðvitað allt helst í hendur og hefur áhrif hvert annað bæði á þjónustuna sem verið að veita en líka bara hvernig samfélagi við viljum búa í. Þannig að það sem ég hef áhyggjur af að fólk að svona vinna sér til húðar núna og hvað gerir svo í framhaldinu eru verðlaunin sem að fólki fær fyrir að standa í framlínunni þau að það verða ennþá meira álag og svona verri starfsaðstæður í kjölfarið. Það núna flest samfélögin eru í svona hæga gangi, það ekki neinu haldi gangandi nema sem að nauðsynlega þarf og það sem að þarf nauðsynlega líklega það sem að kvennastéttirnar halda gangandi eins og heilbrigðiskerfið og matvörubúðir og matvæladreifing og eitthvað svoleiðis. Menntakerfi, félagsþjónustu. Það kemur í ljós að það má alveg leggja niður kallastörfin á þess að neitt skaði. Við gætum alveg keyrt á framlagi kvenna en við erum laus við það sem að kallarnir gera. En hins vegar umræðan ekki kannski svo að styðja það sem í gangi núna, semja við hjúkrunarfræðinga eða eitthvað slíkt, ekki að styðja fólki sem raunverulega að halda samfélaginu gangandi. Heldur snýst svolítið umræðan störfin sem við erum að búa til. Við getum sagt fyrir kallana að leggja vegi eða smíða hús eða gera við. Væri ekki eðlilegt raunverulega fyrir verkalýðshreyfingu þessar stóru kvennastétta að koma einfaldlega fram með kröfu núna að þeim verði bætt þetta álag núna í staðinn fyrir að reikna með einhverju þakklæti í næstu samningarlótu sem að sagan segir að allir verði búin að gleyma það ekki þakklátur þegar hann þarf á einhver að halda.
Sko, hjúkrunarfræðingar eru náttúrulega ennþá í kjarasamningsviðræðum og en bæði Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og Sjúkraliðafélagið hafa einmitt sent öllum forstjórum heilbrigðisstofnana og ráðherrum bréf þess efnis að er óskað eftir því að verði nýtt heimild í kjarasamningi sem felur í sér að það megi greiða fólki sko viðbótarlaun út af álagi. Og mér finnst það tvímælalaust eitthvað sem að eiga að grípa til að það er að fólk fái greitt í samræmi við þetta stór aukna álag sem hefur áhrif. En hitt sem kemur á móti sem er kannski ekki verið í umræðinu og ég er svolítið hugsi yfir og kannski svona rímar við þessar áherslur okkar að fólk þarf einfaldlega hvíld, það þarf endurheimt. Það er mikið álag í þessum störfum, þetta er líka tilfinningaálag og fólk er að hlaupa mjög hratt að þegar þú ert að hlaupa hratt í svona nokkra mánuði þá þarftu að fá hvíldina á móti. En þegar að það er mönnunargall, þegar það er bara skortur á starfsfólki heilt yfir og við erum að núna að fylla störfin með bakvarðasveitinni, að þá hef ég aðeins verið alltaf fyrir mér, er þetta ekki bara þannig að við óskum eftir því að bakvarðasveitirnar haldi áfram til þess að tryggja að fólk fái sko hvíldarmomentið á móti álaginu sem það var að hlaupa hraðar núna í þessum faraldri, til þess að reyna að vinna bug á því að það lendi í kulnun eða einhvers konar neikvæðum afleiðingum af þessu árferði og auðvitað líka að það sé gripið strax inn í og fólk fái bara þá sérfræðiráðgjöf eða þann stuðning sem að þarf til þess að vinna úr þessu. Þannig að þau sé ekki bera þetta með sér lengi. Það er kannski ekki margir sem vita það en það hefur verið gerð ein langtíma rannsókn á áhrifum kulnunar og það er komið ljós að þriðjungur þeirra sem eru orðið fyrir kulnun að hann er ekki búinn að ná sér 7 árum seinna. Þau eru ekki komið fulla starfshæfni 7 árum seinna. Og svo þetta eins og Þuríður hefur ítrekað bent á og var að benda á hérna áðan að þetta eru helst konur yfir 50 sem eru að fara á örorku og það er ekkert annað sem bendir þess eða ástæðan sé sú að það sé einfaldlega störfin sem er að slíta þeim út. Og við getum gert tvennt til þess að styðja betur við konur. Við getum auðvitað hækka launið þeirra og það er auðvitað atriði númer 1. Umræðan kynjað námsval, mér finnst hún ekki bara eiga rétt á sér árið 2020. Við höfum bara að tala það að greiða konum rétt laun fyrir þessi mikilvægu störf og síðan þarf þá stuðningur stjórnvalda að endurspegla þetta líka. Og að einhver leyti höfum við horft til þess að besta leiðin til þess að tryggja þetta sé gegnum barnabæturnar. Og Kolbeinn H. Stefánsson félagsfræðingur, hann gerði skýrslu fyrir okkur hjá BSRB og þar kemur fram til dæmis að barnabótakerfið okkar er mjög lágtekjumiðað sem er þá gott og vel. Við erum þá allavega að beina stuðningunum þangað sem mest er þörf á honum ef við höfum bara ákveðið úr að moða ef við horfum á það þannig, en við viljum alla jafna að þetta fari til fleiri fjölskyldna heldur en er núna. En vandamálið er líka það að stuðningun er tvískiptur eftir hvort að barn sé yngra en 7 ára eða eldra en 7 ára. Og þetta er sko næstu 50 ára gamalt kerfi og þegar þetta var sett á stað þá einhvern veginn var hugsunin svo að þeir sem eru börn yngri en 7 ára, eða það er talið líklegt, það er ekki eins og við vita, að þeir þurfi meira á peningnum að halda. En það vita það allir í dag að það er eiginlega dýrara að reka unglinga heldur en sko yngri börnin að einhverju leyti. Þannig að þetta er líka skekkja og hefur áhrif. Og við erum búin að fara fram á og það var hluta yfirlýsingu stjórnvalda með okkar kjarasamningu hjá BSRB að verði farið í heildarendurskoðun á barnabótakerfinu og þetta er eitt af stóra atriðinu sem við verðum að taka til skoðunar þar og mér finnst líka í umræðinni núna það er verið, öll viðbrögð stjórnvalda eru raunverulega með það megin markmið að tryggja afkomu fólks og það er verið að búa til hlutabótaúrræði og það er verið að tryggja laun í sóttkví og svo framvegis en það er einmitt ekki eins og Sanna var að koma inn á áðan. Það er ekki verið að tryggja foreldrum sem get ekki unnið í fjarvinnu laun út af skertu skólastarfi. Og hverjir eru þá helst sem er að sinna því? Það eru auðvitað konurnar og við vitum að meginstefnu til eru það mæðurnar sem að annast börnin sín þegar pör skilja. Þannig að það eru einstæðar mæður sem eru núna með stóra aukin matarkostnað. Það er svona alls konar grín í gangi á Facebook hversu mikið ískápunum þolir og bara hversu stór aukin þessi kostnaður er en það talar enginn þessa ósýnilegu hópa sem að hafa jafnvel ekki efni á þessum auknu útgjöldum. Og mér finnst líka eins og Þuríður var að nefna að það þarf að greina þessa hópa sem að skellurinn að koma hvað harðast á. Þau hafa engar lánalínur til þess að einhvern veginn að koma sér fyrir horn í þessari óvissu og þá þarf að styðja þau sérstaklega. Það stjórnvöld þetta komu með tillögu og það verður greiddur barnabóta auki í júní
En útgjöldin náttúrulega eiga sér stað núna og þetta fólk sem að horfa sko mánaðamót til mánaðamót og maður veit að það á svona að jafnaði erfitt með síðustu daga mánaðarins og hvað þá núna. Þannig að mér finnst það þarf einhvern veginn að grípa utan alla þessa umræðu og svo fyrir utan þessa einstaklinga sem eru með undirliggjandi sjúkdóma og eru þá samkvæmt læknisráði heima hjá sér. Það gjarnan helst í hendur að svona innkoma þeirra kannski ekki með sama móti og meðaltekju eða hærra launaðra. Þannig að mér svona margt falla milli skips og bryggju og þetta eitt af því sem við munum leggja áherslu á í framhaldinu og það að við greinum þessu hópa og við séum að grípa til viðeigandi úrræða til þess að ná til þeirra. Þannig að það hefur verið haldið fram að sko umönnunarstéttirnar væri á svona lágum launum að því að þetta væri hefðbundin kvennahlutverk að sinna sjúkum og sinna börnum og annað slíkt og það væri endurspeglað í afstöðu þeirra sem taka ákvörðun til kvenna hvað er lágt metið. Og nú erum við í ástandi þar sem að við eigum alveg líf okkar undir því að umönnunarstéttirnar standa sig. Ég ætla að spyrja aftur sem ég spurði áðan, sko, er tilefni til þess að reynilega ekki bara gera kröfur í ástandinu að fólki fái eingreiðslur eða launahækkanir þar sem að þau fái metið það því að ofan á álagi sem álagi hefur verið mjög mikið eins og Sonja hefur lýst, ekki bara því að kerfið var þanið áður en að kórónufaraldurinn kemur út af niðurskurði bara all nýfrjálshyggju áranna og það sem hún var að lýsa að þessi fjöldi úr kvennastéttunum sem að fara á örorku náttúrulega bara það sem er verið að borga fyrir hagræðingu innan heilbrigðis- og menntakerfisins í nafni nýfrjálshyggjunnar að hvort að ofan að það bætist á álagið út af kórónufaraldrinum og svo einfaldlega það að fólk að setja sig í lífshættu, ég ætla ekki að gera of mikið úr henni, hættunum við að smitast, en hún raunveruleg. Mér finnst það löngu orðið tímabært og það ætti að vera þá afturvirkt út af því að það lifir enginn á þakklæti, það lifir enginn á einhverjum svona Facebook statusum frá ráðherra eða greinaskrifum eða pislaskrifum sem að innihalda þakklæti og hrós til þeirra sem eru í umönnunarstörfum, það greiðir ekki reikninga, það fyllir ekki ísskápinn, þannig að það bara löngu tímabært að einmitt hækka þessi laun, leiðrétta kjörin og greiða einmitt fyrir þetta greiðalega mikla álag sem fólk að setja sig í á hverjum einasta degi. Þetta rosalega mikið einmitt sem að þetta tekur sannlega af fólki að þurfa einhvern veginn líka að vera að passa upp á sig. Eins og Sonja kom inn á áðan, þú ert einhvern veginn í þessari stöðu að þetta ekki einhvern veginn bara vinna inn þannig að þú getur stimplað út og farið síðan heim og hugsað, ég er búin að vinna í dag. Þú ert einhvern veginn í þessu sennilega hugar ástandi þar sem þú þarft einhvern veginn að hugsa, núna er ég að sinna þessu, það gríðarlega mikil ábyrgð á mér sem einstaklingur að halda uppi bara góðri svona starfsgetu til að geta mætt áfram í vinnuna af því að þetta er svo mikil ábyrgð sem á þessum starfsstéttum sem í framlínunni. Þannig að þetta er algjörlega það sem að stjórnvöld þurfa að gera núna og ég bara skil ekki af hverju það er ekki búið að gera þetta. Það var algjörlega bara ógeðslegt að sjá það sem gerðist núna 1. apríl þegar hjúkrunarfræðingar voru að greina frá því að hafa fengið í rauninni kjaraskerðingu og maður held að þetta að vera eitthvað svona ljótt aprílgabb sko, en þetta var bara algjörlega fyrir neðan allar hellur og einmitt, það er ekki bara hægt að segja takk fyrir og einhvern veginn ætlast til þess að það leysi allt saman og það er einhvern veginn alltaf fyrstu viðbrögðin finnst manni að það er framlag til atvinnulífsins og það er skattalækkanir á atvinnulífið en það er eins og komið seinna og minna sem fer beint til fólksins sem að fólk getur þá séð strax og verið þá einhvern veginn svona viss að ok, ég get þá keypt í matinn, ég get verið viss að það verði peningur inn á kortinu mínu svo ég geti keypt í matinn. Það er einhvern veginn eitthvað sem að mætir afgangi og það sem að mætir alveg allra síðast afgangi eða ratar jafnvel ekki á listan síðan fólki sem einmitt í allra verstu stöðinni sem að virðist ekki vera einu sinni á radar stjórnvalda. Konur í viðkvæmri stöðu, fatlaðar konur, fátækar konur sem eru bara einmitt heimilislausar. Hvar eiga þær að búa? Hvernig eiga þær að virða 2 metra fjarlægðartakmörk? Hvernig eiga þær að
þvo sér reglulega hendurnar í 2 mínútur ef þú átt ekki heimili. Þannig að það eins og þetta einhvern veginn sé ekki einu sinni á skrá oft hjá stjórnvöldum og þá einmitt erum við komin oft í þennan vítahring þegar þú kannski ferð inn í aðstæður sem þú myndir ekkert leita venjulega í, að þú kannski komin inn á fyrrverandi maka sem að jafnvel beitir ofbeldi að því að þú vilt komast inn í húsaskjól. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum alltaf að vera meðvituð afleiðingar og orsakir. Þannig að svo ótrúlega sorglegt að ég má grípa fram í að kvennabaráttan hefur einhvern veginn gengið að mestu leyti út á það að tryggja konum fjárhagslegt sjálfstæði þannig að þeim séu allir vegir færir og við erum það er svo langt í land að öllu leyti. Þetta var svona smá innbútt í þetta. Já, mér langar aðeins til þess að bregðast við. Mér finnst það var svo eiginlega pínu falleg, kaldhæðnislega falleg umræða sem átti sér stað hérna eftir að Hollendingar fóru út á tröppur og klöppuðu fyrir heilbrigðisstarfsfólki. Þegar upphófst umræðan það að þetta fólk já, vissulega í gríðarlega mikilvægum störfum hérna núna og einhvern veginn að bjarga því sem bjargað verður í þessum faraldri. En gleymum því ekki að þetta fólk hefur verið í framlínunni bara áratuga og í gegnum aldanna rás. Þetta fólk sem hefur í alvörunni verið til staðar fyrir okkur hvenær sem og við hvaða aðstæður sem og það ekki bara núna sem að þessar stéttir þurfa einhvern veginn að taka sig saman í andlitinu og mæta vinnuna. Þetta alltaf erfið vinna og við höfum það pínu asnalegt að við séum einhvern veginn að mæra þessar stéttir allt í einu núna. Það hárrétt sem að Sanna segir, þetta fólk lifir náttúrulega ekkert á klappi út á götum eða þakkar bréfum frá einhverjum hátsettum einstaklingum. En erum við ekki að leggja svo mikla áherslu á þakklætið af því að þetta eru kvennastéttir? Að við teljum það vera bara þetta sé svona umönnun sem að við eigum svona skilið og við séum bara takk fyrir þeir eru búin að fá það en teljum okkur ekkert vera borgar eitt sérstaklega. En það að verið sé að gera kröfu launahækkanir núna, auðvitað eiga þessar launahækkanir hafa átt sér stað fyrir löngu síðan og auðvitað á að geta verið að greiða einhverja bónusa núna vegna álags. Fólk á bara að vera á mannsæmandi launum allan ársins hring, alveg sama hvort að það hérna faraldri gangi eða ekki. Þetta erfið vinna og þetta mikilvæg vinna sama hvernig árað og sama hvaða faraldri í gangi. Sonja. Ég meina, þú veist, í grunninn að þá held ég að það sé ótrúlega langt í landi í þessar umræðu. Ég hélt að við værum sem samfélag komum við eitthvað lengra varðandi þetta, endum með þetta verðmæti á kvennastörfum, en það var líka hluti af yfirlýsingu stjórnvalda með kjarasamningum BSRB var að það yrði komið á vinnu við að skoða þetta skakka verðmætamat og gera tillögur að því hvernig megi leiðrétta það. Þetta svolítið nátengt annarri vinnu sem við erum í núna varðandi jöfnun launa milli almenna og opinbera vinnumarkaðarins að því eins og við nefndum hérna upphafi þá auðvitað 2/3 hluta starfsmanna ríkis og sveitarfélaga eru konur og þá sér maður það að þetta eru að stóru hluta til kvennastéttir sem eru þá einfaldlega bara með lægri laun heldur en á almenna vinnumarkaði en svo nær það líka yfir almenna vinnumarkaðin. Þess vegna töldum við mikilvægt að það yrði farið bara sérstaklega í þetta verkefni líka til þess að þroska þessa umræðu áfram af því að það ótrúlegt hvað það alltaf stutt í bakslag og þegar maður telur að það sé bara svona almennu skilningur og fólk, það sé samstaða það að maður fara að leiðrétta svona skakt verðmætamat þá einhvern veginn lendir maður alltaf vekk. Þannig að ég bind mikla vonir við að þessi vinna að fara ofan í kjöluna og svo greina munin og síðan verði þá tillögur að því hvernig með lagfæra það því að þetta þýðir auðvitað það hefur oft verið farið einhver ákveðin átök. Og það hefur verið búið til svona launapottar eða eitthvað gert til þess að hækka kvennastéttir en þá kom alltaf allir hinir í kjölfarið. Þannig að það bara fellur sjálft sig og þá þarf maður að búa til farveg þar sem maður að tryggja að þessi hækkun að hún skili sér og verði viðvarandi til framtíðar að það verði áfram, eða það verði þá minna bil á milli kvennastarfana og karlastarfana. En ég held því miður í þessum kjarasamningsviðræðum að þá fyrir utan auðvitað þeim árangri sem að Efling náði varðandi sína félagsmenn sem að kom líka þá yfir á þá sem eru sambærilegum störfum eins og hjá borginni að þá einhvern veginn var ekki mómentið í þetta því að við erum nýkomin úr uppsveiflunni og við vissum að það væri yfirvofandi samdráttur áttu náttúrulega engin vonaði að þetta yrði niðurstaðan
En þannig að maður vissi strax að það brattan að sækja og hjá BSRB þá var megin áherslan þetta á að stytta vinnuvikuna, þannig að það var ljóst að væri ekki hægt að gera bæði. Þannig að ég binda áfram vonir við það þessi nefnd sem að stjórnvöld munu setja á stað við að leiðrétta skakka verðmætamati að það muni skila okkur einhverjum árangri. En þú vilt ekki gera kröfur bara núna? Ég held að það veri í Ástralíu þar sem að fólk sem var að vinna á sjúkrahúsunum fekk, held ég, 1000 ástralska dollara, alltaf ekki svona 140, 50, 60 skall íslenskar í eingreiðslu. Gera eitthvað slíka kröfur? Jú, eins og ég nefndi áðan að þá finnst mér tvímælalaust að fólk eigi að fá greitt fyrir álagið, auka álagið ofan á hitt álag sem er líka algjörlega óásættanlegt, bara út frá þessu árferði. Ég hef áhyggjur af því að það gleymist einhverju hópar, af því að líka bara út frá umræðan sem hefur verið í samfélaginu, að þá eins og fólk átti sig ekki alveg á því hvað eru ótrúlega margar starfsstéttir sem eru undirsettar núna og undir mjög miklu álagi út af veirunni. Það ekki bara heilbrigðisstarfsfólkið og það eru margir að leggja mun meira á sig heldur en áður. En svo eins og ég var að segja að hitt sem kemur á móti að við verðum að tryggja heilbrigði okkar framlínu fólks í kjölfarið. Þetta megi ekki bara vera peningar, þeir eru ekki að fara að skila kannski því markmiði öllu leyti hjá öllum sem við erum að stefna að. Þannig að það ákveðin þakklætisvottur mér finnst mikilvægara að við gerum allt til að tryggja heilbrigði þessa fólks. En ef ég má snúa aftur að heimilisofbeldinu sem við byrjuðum á. Má ég skjóta inn einu í sambandi við þetta sem að Sonja er að nefna með hættunni á börnáti. Það finnst mér bara svo langar til að skjóta inn tilvitnun í Cynthia Enloe sem að talaði hún segir á ensku patriarchy is sustained by women burning out eða feðraveldið viðheldur sér með því að brenna út konum sem að bara í alvörunni í rauninni lykilatriði í því hvernig samfélagið virkar. Konur eru stanslaust hlaupandi og vinnandi einhvern veginn ólaunaða og ógeðslega mikilvæga vinnu undir allt of miklu álagi og hafa þess vegna minni möguleika á því að leita réttar síns og einhvern veginn skapa sér mannsæmandi eða fólkssæmandi aðstæður. Og í þessari stöðu verðum við líka að tryggja upplýsingagjöf til erlendra kvenna og allra hópa og bara auðleysanlegu máli. Það gríðarlega mikilvægt líka í þessu. En ég má enda á heimilisofbeldinu þess að við byrjuðum. Varðandi svona hvað væri hægt að gera. Nú bærinn og allt landið fullt af tómu húsnæði, tómum hótelum og íbúðum sem voru notaðar í að leigja túristum og fleira. Það pláss fyrir líklega 30.000 manns í viðbútt. Væri eitthvað að því að taka 2-3 svona hótel og hafa það bara svona eins og kvennaathvarf með litlum þröskuldi, ef bara eitthvað álag og þarf ekki að spyrja neinu, þá getur bara fengið að húsnæði lánað. Það getur líka verið að það sé bara þröngt heima hjá þér, einhver sé veikur með COVID eða einhver bara sé bara óvenju mikið álag, væri ekki miklu nær að greiða þeim laun sem að halda þessu hótelu opnu áfram og að fólk geti bara nota þetta vegna þess að þetta álag að því að vera lokað inn á heimilum undir þessu ástandi í horfandi fram á mikinn tekjumissi, afkomu ótta, heilsu ótta og fleira, að það eru bara fjöldi af fólki sem að líklega þarf bara á því að halda að fá smá breyk bara frá heimili sínu. Hver vil taka þetta? Jú, ég held að sjálfsagt sé fullt af fólki sem vil fá breyk frá heimili sínu og ég sjálf þó að ég búi nú sé í miklu forréttindastöðu og geti alveg þegar sem hvíld frá fjölskyldunum minni. Ég held að það geti vel. En ofbeldi, heimilisofbeldi bara langt frá því og ég held að kvennaathvarfi við núverandi aðstæður sé ekki neinum vandræðum með húsnæði. Ég held að það myndi langflest fyrirtæki og hótel hlaupandi baka ef að það myndi fyllast og við heyrðum það á henni í kvennaathvarfinu Sigþrúði á blaðamannafundinum í dag. Það svo sem ekki vandamál enn sem komið og þær eru með alls konar áætlanir þannig að þær geta alveg mætt, þær geta hýst þær konur sem þurfa að halda. Við þurfum að fara í miklu dýpri og djúpstæðari aðgerðir til þess að uppræta kynbundið ofbeldi og við þurfum í alvörunni að einbeita okkur miklu frekar að gerendunum heldur þolendunum. Það alveg nóg sem að þolendur heimilisofbeldis þurfa að gangi í gegnum og þess þurfa líka að flýja heimili sín. Auðvitað bara að taka ofbeldismenn út af heimilum en ekki konur og börn með öllu því sem þar fylgir. Í Noregi það þannig
að ég man ekki, ég held að það séu þúsundir kvenna sem hafa þurft að ekki bara yfirgefa heimili sín, heldur hefja nýtt líf með niðri kennitölu og segja skilið við allt sitt fólk til þess að forðast ofbeldismenn, af því að það þykir í alvörunni einfaldari og minna íþyngjandi aðgerð að þolendur ofbeldis eða fólk sem býr eða konur og börn sem búa við ógnum ofbeldi hefji nýtt líf og þurfi í rauninni að deyja fyrir öllum sínum nánustu heldur en að ofbeldismenn séu settir í nálgunarbann. Það eru miklu, miklu fleiri konur sem hafa þurft að hefja nýtt líf til að forðast ofbeldismenn heldur en ofbeldismenn sem hafa þurft að sæta nálgunarbanni. Þetta segir okkur bara hversu ósanngjarnt samfélagið og hversu lítið við erum tilbúin til þess að takast í raunverulega á við ofbeldismenn í samfélagið. Og það er eitthvað sem verður að breyta. Já, Sanna, þú nefndir svona fleiri dæmi erfiðleika á heimili, það sem að væri bara út af þrengslum og fátækt og fólk sem heimilislaust og fara bara að gista á annarra manna heimilum. Fyndist þér að það mætti nota eitthvað af þessu 30.000 rúmum sem eru ónotuð núna víða um land til þess að bara létta undir með fólki sem að koronaveiran magnar upp vondar heimilisaðstæður? Þetta finnst mér bara að allir ætti að geta haft sitt eigið heimili en að meðan þú ert náttúrulega býrð bara eiginlega bara á sófanum hjá einhverjum og þá finnst mér að sveitarfélög eða stjórnvöld ætti að grípa inn í og bjóða það fólki allavega upp á eitthvað sem er betra en að vera inn á einhverjum og vera svona fyrir. Maður veit þegar að fólk svona leifir mann að vera hjá sér en þetta samt orðið svona óþægilegt. Þið vitið hvað maður að tala um. Maður býr inn á einhverjum og fólki svona jæja, ertu ekki að fara að finna eitthvað? Það er ekki íbúð bráðum og þetta er orðið svona kannski óþægileg staða. Þannig að mér finnst algjörlega að það er tómt húsnæði sem stendur autt og væri alveg boðlegt og bara nógu gott fyrir einstaklingar sem eru að bíða eftir húsnæði, að þá finnst mér auðvitað að við ættum bara að nýta það og það ætti þá bara að vera á viðráðanlegu verði eða engu að meðan einstaklingar eru að bíða og við lítum til dæmis til borgarinnar að þá eru gríðarlega margir að bíða eftir félagslegu leiguhúsnæði þannig að mér finnst það bara ábyrgð borgarinnar í þessu tilfelli að bjóða þeim sem eru að bíða upp á húsnæði sem að hentar á meðan. Já, Sigríður, það er húsnæðisfélag öryrkja, það var lokað fyrir umsóknir, þannig að það bendir til þess að sé gríðarleg svona heimilis og húsnæðis vandamál meðal öryrkja. Væri hægt að nýta eitthvað af þessu tóma húsnæði til þess að búa öryrkjum skaplegra heimili? Alveg tvímælalaust. Við sjáum allavega það að það eru milli 500 og 600 manns ennþá á biðlista hjá Brynju og það er ekki byrjað að opna inn og þess að biðlista aftur. Ég man ekki hvað var hjá félagslega húsnæðiskerfinu hjá borginni, hvort það var 700 manns sem voru að bíða þar. Þannig að við erum með óbærslega langa biðlista og fólk sem er í alveg gríðarlegum vanda og meðan er fólk að kannski að reyna að leigja einhvers staðar þar sem að er bara á almennum markaði og það er þá algjörlega borinvon að fólk sem að býr við það að þurfa að framfleyta sér eða reyna að framfleyta sér á örorkulífeyri er það ná að borga eitthvað meira heldur en leigu á þá ekki fyrir neinu öðru. Þannig að já, ég myndi segja að það veri auðvitað bara úrræði sem að geti verið tímabundið og væri bara með þarft að stjórnvöld væri í. En ég myndi segja líka að stjórnvöld ættu að fara bara meira í að reyna að styrkja þessa, þetta sem er svona félagsleg húsnæði. Að gera það verði auðveldara fyrir fólk að komast í húsnæði. Það er náttúrulega lagaskylda á sveitarfélögum núna að gera húsnæðisáætlanir og þá einmitt á að meta þörfina fyrir félagslegt húsnæði og við vitum að það er mjög misjafnt hversu mikið framboð er á félagslegu húsnæði eftir sveitarfélögum og ef ég man rétt að þá hefur Reykjavíkurborg svona kannski verið að standa sig eitthvað best hlutfallslega í þessu. Þannig að annaðhvort þarf einhvern veginn að fara að búa til nýjan jöfnunarsjóð varðandi félagslega húsnæði eða fara að hugsa þetta upp á nýtt þannig að verði mun stífari kröfur að sveitarfélögin útvegi af því að þetta system er náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur og hefur ekki virkað hingað til En mér langar aðeins að koma inn á það líka að við erum með bara talsvert stóran hóp af fólki sem að velur það hreinlega að reyna að hafast við bílunum sínum af því að það hefur bara ekki efni á því að vera
leigja eða hefur ekki efni á húsnæði og vill að frekar reyna að hást við bílunum sinni til þess að geta framfleytt sér eða keypt sjálft í matinn í staðinn fyrir að sækja í hjálparstofnanir. Þannig að mér finnst bara, mér finnst þetta orðið svo ofboðslega alvarleg staða. Ég veit eiginlega ekki hvernig maður á eiginlega að snúa sér orðið í þessu öryrkja, fólk sem fatlast eða veikist eða fæðist fatlað, það skuli vera í þeirri stöðu í dag að vera með stærstum hluta strípar örorkubætur upp á 250.000 krónur eða þá útborgar 220.000 krónur og eiga að borga leigu og mat og lyf og jafnvel að geta klætt á sig einhver spjarir fyrir 220.000 krónur. Í dag bara þetta ekki orðin staða sem að bara nokkurn nátt getur verið ásættanleg. Og ég veit ekki við hvað maður á orðið að tala því að það er sem að tala alltaf fyrir tómum meirum þegar maður ræðir þetta við stjórnvöld. Aftur finnst mér að vera komin svolítið að því hvað það sem skilgreint sem viðtekið viðfangsefni stjórnvalda. Alveg eins og COVID eitthvað sem okkur þykir sjálfsagt að stjórnvöld bregðast við og leggja til íþyngjandi aðgerðir af því að þetta bara eitthvað sem varðar okkur öll og verðum að laga. Að þá það sama með, þetta hefur COVID áhrif á rekstur fyrirtækja í landinu og þá þykir algjörlega eðlilegt að fjármálaráðuneytið sé undirlagt í að reyna einhvern veginn að bjarga stöðu fyrirtækja í landinu því ekki með að þau fara á hausinn. En vandamál sem að hafa verið í líði í gegnum aldana rás eins og húsnæðisskortur fátæks fólks og öryrkja, eins og kynbundið ofbeldi sem hefur haft áhrif á líf kvenna og barna í gegnum tíðina, eins og bara staða láglauna fólks í heiminum almennt. Þetta er bara eitthvað sem er svona með látið malla og það engar róttækar aðgerðir sem að farið í til þess að breyta þessu. Það skjóta örsnögt inn í ef við erum að skoða hvað þarf að kaupa þegar maður með mjög lítinn pening og þegar við erum að tala konur og það bætist náttúrulega við þarna til dæmis tíðavörur og hreinlætisvörur og þú ert bara með mjög lítið á milli handana þá viltu nú kannski kaupa almennilega vörur og þetta er nú bara fljótt að telja þannig ég vildi bara nefna þetta og þetta er eitthvað sem að fólki finnst kannski almennt óþægilegt að heyra eða tala en ég vildi bara nefna þetta í þessum umræðu þetta konur og COVID. Þetta er alltaf ógeðslega dýrar vörur líka. Ég ofta að pæli bara hver álagningin á þessu. Bleiki skatturinn. Nei, við erum svo bara afnema hann. Þannig að auðvitað á Reykjavíkurborg að bjóða upp á þetta í grunnskólum. Þetta á að vera til staðar í öllum grunnskólum og öllum salarnum í grunnskólum borgarinnar. Ég skoraði að leggja það til. Og svo fara fátækar heim, en já, þetta er svona umhugsunar punktur. Sonja, ég ætla að fá að enda með einni spurningu á þig. Kannski í tengslu við það sem að Sóli var að segja, það sem að stjórnvöldur að hugsa ber svolítið vott það hverjir eru það sem að ráða ferðinni. Og það eru fyrirtækja eigendur, stærstu fyrirtækjana og fjármagnseigendur sem að leggja línunar, þannig við lifum bara í þannig samfélagi og þá skiptir miklu máli fyrir almannasamtökin eins og verkalýðshreyfinguna að tróða sér að borðinu til þess að koma að hagsmunum almennings, launafólks og bara hinna kúuðu. Hvernig gengur það? Komist þið að borðinu? Getið þið haft árið vegna þess að það hlýtur að fara að koma næsti pakki löndin í kringum okkur eru komin á 3. og 4. efnahagsaðgerðapakka, við erum bara búin með 1. Og það hlýtur að vera að koma einhver pakki sem að nær betur utan þarfir almennings, heimila, fólks, undirsettra hópana sem að gleymdust í fyrsta pakkanum. Náið þið að komast að borðinu? Það má kannski segja í kringum fyrsta pakkan að þá einhvern veginn var staðan bara þannig að frá fyrsta degi að þá var maður að reyna að ná kontakti og það er ekki þannig, ég meina við höfum greiðan aðgang og við getum alltaf fengið beint samtal þegar við óskum eftir því, en fólk, maður fann það var í svo ótrúlega mörg horn að líta að fólk var einhvern veginn að hlaupa jafnvel hraðar heldur en það gat til þess að reyna að leysa þennan vanda og þá þetta var kannski farið í svona hefðbundin fyrstu viðbrögð og við studdum það líka af því að stóra máli fyrir okkur er að verja störfin. Við ætlum að reyna að hafa sem flesta áfram í sínum störfum og það sé eitthvað sem að grípur þá ef að kemur til þess að þurfi að skera niður og það eru hlutabæturnar og síðan var það sóttkvíin þar á móti, svo þetta verður að hækka atvinnuleysistryggingar, það er eitthvað sem þarf að gerast í næsta pakka.
En síðan núna í undirbúningi þá seinni pakkans að þá til dæmis fundur á morgun í Þjóðhagsráði og þar munum við fara yfir áherslur okkar. Þetta er svo ótrúlega fjölþætt og mikið sem þarf að horfa til að við hjá BSRB erum raunverulega að vera að horfa til aðgerða sem að þurfa að gerast akút og það eru aðgerðir sem að þurfa að gerast á næstunni og svo það hvernig við ætlum að byggja þetta upp til framtíðar. En auðvitað þarf einhvern veginn að fara að þróa þetta allt saman og hefjast handa við þetta verkefni til langtíma af því að hluti af þessu hlýtur að vera eftir þetta að staldra við og einmitt að meta það. Hvernig ætlum við að meta verðmæti þessara starfa sem hafa verið í framlínunni? Hvað ætlum við að gera í framhaldinu? Verður hefðbundin niðurskurður sem þýðir bara að fólk þarf að hlaupa hraðar? Ætlum við að bregðast við og tryggja að fólk verði heilbrigt þegar þetta yfirstað og þá ekki að tala bara út frá veirunni, heldur bara út frá vinnuálaginu. Og síðan það þetta að ég meina allar rannsóknir sýna að fjárfesting í heilbrigðis og félagsþjónustu hún skila sér margfalt tilbaka. En það stundum eins og maður sé bara einhvern veginn, þú veist það eins og fólk skiljið ekki almennilega þegar maður að fara. Þetta svo fjarlægt að einhverju leyti af því að þá kemur þessi sama mantra verðmætin skapast á einkamarkaði, það eru fyrirtæki sem gera það og maður svona segir á móti, já en það ekki launafólkið að minnstakosti sem að gera það eða hvað, af því að fyrirtæki væru ekkert án sín starfsfólks. Þannig að það þessi hugafarsbreyting sem að verður að fara að koma og síðan auðvitað líka bara réttlátara skattkerfi og hvernig við ætlum að skipta kökunni yfir höfuð. Og það ekki hægt að fresta þessar umræðinnitt mikið lengur þó við stöndum í miðjum stormi núna, að það verður einhvern veginn að vera konsensus þetta út frá þeim aðgerðum sem við erum að grípa til, af því að þetta þýðir auðvitað að ríkissjóður að leggja til verulegt fjármagn sem þýðir að hann mun ekki standa undir sér á næstunni og hvað ætlum við að gera til að styrkja hann til þess að við getum styrkt almannaþjónustuna. Gangið vel að koma þessu inn í pakka 2 eða pakka 3. Það verður örugglega nokkrir pakkar framundan, við erum að ganga inn í langa og djúpa kreppu, en við vorum mest að tala um konur og COVID og svona þegar ég að þakka ykkur fyrir spjallið, þá finnst mér náttúrulega að ég helst að vera daglegu þáttur hér á stöðinni sem heitir konur og COVID. Ef ykkur vill taka það að sér, þá það guði velkomin. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa sest hérna við rauðaborðið í kvöld. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins, Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi sósíalista og Sóley Tómasdóttir, kynja og fjölbreytni leika ráðgjafi. Takk ykkur kærlega fyrir. Hérna á eftir smá hlé, þá finnum við Einar Má Jónsson sem einhvers staðar týndur á internetinu. Við ætlum að leita að honum og ná að tala við hann Frakkland. Takk fyrir í bili. Já, góður hlustendur, velkomin aftur að rauðaborðinu. Núna í seinni hlutanum þá ætlum við að fara til Frakklands. Við ætlum að slá á þráðinn til Einars Má Jónssonar, prófessor í sagnfræði við Sorbonne. Velkomin, Einar. Já, komdu sæll, Gunnar Smári. Ert þú í einangrun? Útgöngubann í París? Ég er fullkomin í einangrun. Ég hef ekki komið út fyrir húsins dyr í 3 vikur. Já, og hvernig leikur það þig? Það á ágætlega vel við mig. Ég bara að vinna fyrir sjálfa mig, ég les frá morgni til kvölds og hugsa og bara kannski breytið svolítið skiptum bækur svona öðru hverju til þess að þetta veri ekki of einhæft. En máttu ekki fara út eða? Hérna algjör sótkví, verða algjör einangrun, menn verða að vera inni við. Sem sér að það fá þeir einir að fá að fara út sem hafa einhverjum storfum að gegna og sem þeir geta ekki unnið öðruvísi og ekki hægt að komast hjá. Og þau ekki mörg vegna þess að starfsemi liggur niðri. Það eru fáar búðir opnar og held ég bara varla nokkur veitingahús eða kaffihús, sennilega bara engin. Og það ekki mikil starfsemi fyrirtækja, þess að það engar pantanir. Þannig að starfsemi liggur niðri
ég held að yfirgnefandi meirhluti manna sé heima og þeir fá ekki að fara út nema einu sinni á dag, klukkutíma í senn og mega ekki fara meira en kílómetra frá sínu heimili. Þessar reglur eru mjög strangar og menn til þess að þessi auðveldur að framfylgja þeim, þá mega menn ekki fara út nema hafi með sér blað útskrifað, einhver skírteini sem þeir fá eyðublaði á netinu og svo þeir að merkja inn á allar upplýsingar sjálfan og jafnframt klukkan hvað þeir fóru út og í hvaða erindagjörðum. Þannig að þann getur aðtöð það að menn sé ekki fylgi þessu reglum, sé ekki lengur neitt klukkutíma og svo framvegis. En sem sagt þarna, og þeir reglugerðnar eru, erindin sem eru leyfileg eru ekki mörg. Það er að fara í búðir og svona nauðsynir og kannski fara út og viðra sig. Og viðra hundinn sinn líka. Það er allt og sumt. Þannig að menn þurfa að ganga með passa og gætu verið stoppaðir af lögregluþjóni og hermanni hvað sem er. Með persónuskilríki og þetta eyðublað sem þú hefur útfyllt sem þú hefur fengið á netinu. Og hvernig leggst þetta í frönsku þjóðina? Það leggst mismunandi í menn en ég held að leggist illa í mjög marga. Og það talaði það að sé fara að koma, nú eru held ég að segja, það eru allavega rúmar 2 vikur síðan þetta virkilega hóftur alvöru og þetta útrangumann hefur verið hert síðan. Það er talað það að margir menn séu illa haldið, það eyðir bara tímann með að drekka rauðvín og berja konuna sína. Og það kom í fréttunum í dag í hádeginu að það sé komið grænt símanúmer sem foreldrar megi hringja í þegar þeir eru svo uppgefin á börnunum að næsta stigið væri að kála þeim. Hvað er gert ef maður hringir í grænan? Þá geta foreldrarnir hellt úr skálum reiði sinna, skammað börnin í símanum og tala illa þau og fengið útrás þegar þeir eru komnir að Suðurmarki. Og svo þar að ekki, þá er komin einhvers konar kerfi svo að konur sem eru illa landar af eiginmanni sínum geti gert viðvart. Til dæmis að ég gott ekki apótekur, þá sé einhvern sérstakt kerfi sem þeir geta látið að vita af því. Og það þegar menn verið regnir fyrir lög og dóm út af þessu illri meðferð á konu og barni. En áður en að þetta koronaveiran kom, þá var mikill pólitískur óstöðuleiki raunverulega í Frakklandi. Já, má segja það menn voru, það var fyrst náttúrulega voru gulstakkarnir sem voru að mótmæla því hvaða gjöru þeir eru að sæta. Nú og svo hafa verið mjög miklar, voru illindi í sjúkrahúsum, menn voru alla að mótmæla stöðugt hvað ástandi væri orðið báborið eftir þessa stjórnarkurs, eftir þessa frjálshyggjustefnu í mörg ár. Og það voru mótmælagöngur, sjúkrunar fólks og það voru hópuppsagnir, það voru opin bréf og hvað eina og lýsingarnar voru alveg hörmulega sem á hvernig ástandið væri. Þannig að nú hefur þetta bæst ofan á og nú segja menn að ástandið svo einmitt slæmt nú sé að bitna á mönnum hvernig hefur farið með heilbrigðiskerfið. Það er að segja að nú leggist þetta ofan á og þá leiðir í ljós hversi afleiðingin af stefnunni. Að heilbrigðiskerfið hafi verið þannig að hafi varla ráðið við álagi á venjulegum degi? Til dæmis, koronaveiran hefur lagst mismunandi mikið í héröð og það hefur verið tekið upp á því að senda sjúklinga úr þeim héröðum sem eru vestleikin og þar sem ástandið er skárra, eða jafnvel senda sjúklinga til nágrannalanda, til Sviss, Þýskalands og Rússlands. Og það eru bara sérstakar lestir eða herflugvélar. En víða landa þá hefur þetta ástand leitt til þess að ríkjandi stjórnvöld njóta meiri stuðnings. Stendur þjóðin á bak við Macron í þessum aðgerðum? Ég efast það er ekki gott að segja,
En ég held að menn nú mikið skrifa það hvað að þetta sé ástand, árangurinn af stjórnarstefnunni að koma virkilega í ljós. Og til dæmis líka það að það er svo eins og öll stjórnarstefna, allt ástandið sýni hvað þessi stjórnarstefna var slæm. Það segja til dæmis að hverjir eru það núna sem að halda landinu uppi, það eru mennskugötusópar, það eru kassadölur, það eru hjúkrunarfólk sjálfsögðu og það eru handlangarar og lestarstjórar. Það að segja þessi menn sem að fylgdu raðir guðstakara. Nú byggist allt á þeim. Macron hafði einhvern tíma var að hæla þessum ólígörgum að tala þá sem væru fyrstir í öryggislínunni með samlíkingu frá fjallgöngu og þeir sem eru fyrstir í öryggislínunni þeir eru bara heima í ró og næði og það eru hinir sem standa allt hvílir á hinum sem voru fórsprakkar guðstakana. En Einar, þú hefur skrifað bækur nýfrjálshyggjuna og verið gagnrýnandi hennar í áraraðir. Mjög víða sér maður það að menn eru að spá því að kórónavírusinn muni ganga frá nýfrjálshyggjunni, dauðri. Hefur þú trú á því? Sjáðu til, þetta hafa menn mikið sagt. Menn hafa sagt að nú verði ekki lengur hægt að halda áfram eins og áður var gert og öllum séu það þurfa að taka þjóðlífið og stjórnarstefnuna til rækilegrar endurskoðunar. Og menn að tala ýmislegt, það þarf að byggja upp heilbrigðiskerfi virkilega aftur, koma á einhverju velferðarþjóðfélagi, laga laun þeirra sem eru verst settir og kjör þeirra yfirleitt og svo verðist að láta auðkýfingar bera sitt þátt í kostnaðinum af þjóðfélaginu. Afnema þessi skattastól og skattakríl og hvað eina. En gallinn sá að þetta stóðum við líka 2008. Og menn muna nú mjög rifjað upp það sem þá gerðist. Frjálshyggjumennirnir þeir skriðu einhvern veginn í holur og það var náttúrulega að tala þá tímabili nú hefur komið í ljós greinilega að Hayek hefði haft rangt fyrir sér og Keynes hefði haft rétt fyrir sér. En hvað gerði síðan svo eftir þegar hún verið niður í holum smá tíma þá skriðu þeir aftur upp frjálshyggjumennirnir en þá illvígari en áður. Þannig að nú eru margir segja það að ég las að hitta á eitt stór hluta af einu vikublaði sem var því helgar sem voru að sýna það hvernig hætta var og allt byrjað aftur inn. Nú hefur það verið gert, svo ráðstöfun verið gerða að banna stórfyrirtækjum sem að fá ríkisstyrki að greiða út einhverja rosa ágóða til þeirra sem að hafa hluti hluthafanna. En menn segja að þessir ólígarkar munu örugglega bæta sér það margfalt. Men það eru mjög margir sem hafa raun og veru sem vilja að nú verið til ný stefna en eru mjög tortryggni á það verði í raun og veru. Þú ert ekki bjartsýnn á að það muni rísa betri? Ég ekki bjartsýnn. Náttúrulega hefur eitt breyst að meðvitund manna hefur aukist mikið. Þannig að fram að 2008 voru þeir margir sem trúðu því að frjálshyggja myndi bæta kjör manna svo óskaplega mikið. Þeir trúðu á kenningunum molana borðunum. Nú eru mjög fáir sem þessu leikur. Það alltaf að koma, gagnrýnin alltaf að aukast og verða harðari og harðari. Nú áróður vitsmunarlegur áróður frjálshyggjumannanna í horfum og sögum. Nú það andlunar gagnrýnin sem að ræður, sem að mest áberandi. Herðu, það heyrist svona frekar illa í þér, þannig að þessu sinni þá getur við kannski, það skröltir svolítið í, kannski er þetta netið í Frakklandi, nú er klukkan 9 í Frakklandi og allir eru að horfa á bíómyndir í einangrun sinni, þannig að það er kannski það sem að truflar. Ef þú hefði talað við fyrir klukkutíma, rúmlega það, þá hefur ég getað látið að heyra það hvernig fólk geta gengur fyrir út í glugga, opna glugga eða út á svalir og klappar klukkan 8 til þess að þarna að votta aðdáðum sína sjúkraliðum og læknum á þeim sem var búin að borga topp af þessu öllu saman. Og þarna það var mikið klappar núna klukkan 8 og þá heyrði ég mér einhvern sem var að spila nallan á trompet listilega vel.
Það hefur nú verið gaman að hlusta á það. Já, það var mjög litríkt en mjög fjölskyld. Ef við lítum á þetta sem svona tilraun hjá okkur að eiga samtal við Einar Má Jónsson og við byrjum kærlega heilsa öllum í París og við munum fá að heyri í þér aftur, en kannski að leysa þetta vandamál, kannski þetta mikrofóninn eða eitthvað sem það en ég fæ að heyri þér seinna. Ég maður það séu bara allir að leggjast á netið. Vertu þá sæll og þakka þér fyrir. Já, takk hérlega. Hlustendur góðir, á morgun þáttur miðjunar, síðan öryrkjaráðið í eftirmiddaginn og ég verð hér líka annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá.